Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra landaði vænni hrygnu við upphaf laxveiðitímabilsins í Norðurá í morgun. Forsætisráðherra reyndi fyrir sig sömuleiðis en fór tómhentur heim. Hjörtur Hjartarson. Reyndar var það svo að báðir ráðherrarnir fóru tómhentir heim þar sem fjármálaráðherrann sleppti sínum fiski. Sigurður Sigfússon landaði fyrsta laxi sumarsins en nokkrum mínútum síðar veitti Bjarni 78 cm hrygnu í brotinu. Þetta var fallegur fiskur. Mjög fallegur eins og þeir gerast ofta á vorin, nýgengnir. Þetta var lúsugur fiskur hérna úr hylnum hérna beint fyrir utan okkur á brotinu. Á brotinu, já. Heyrðu, og hvað tók hann? Þessi fiskur tók þá sívinsælu flugu rauðan Francis. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra freistaði þess að feta í fótspor Bjarna en án árangurs þó. Hann var engu að síður ánægður með daginn. Þetta var nú bara mjög skemmtilegt að byrja daginn hérna í þessu fallega umhverfi og ná að kasta nokkrum sinnum. Þannig að ég ánægður með daginn til þess að þó að fjármálaráðherra hafi séð að veiða fiskinn. Þeir félagar stöldruðu stutt við í Norðurá í morgun. Veiðiskapnum var lokið fyrir klukkan 8 þar sem Sigmundar beið fundur með nýju meirihluta í Borgarbyggð og Bjarni þurfti að fara á ráðstefnu í Reykjavík. Fjármálaráðherra veitti lax á korteri við opnun Norðurár í Borgarfirði í morgun. Forsætisráðherra kveðst hissa á því írafári sem þáttaka hans og fjármálaráðherra í þeirri athöfn hafi valdið. Opnun Norðurár hefur ávallt verið beðið með mikilli eftirvæntingu, enda hefur hún gjarnan markað upphafið að laxveiði sumrinu. Áhuginn á opnuninni var síst minni nú en fyrr, kannski vegna þess að 2 ráðherrum var boðið í lax. En veiðiskapurinn hófst að venju á slaginu 7 og laxinn var tilbúinn. Það má segja að veiðisumarið byrji með nokkrum látum hér við Norðurá, en eftir aðeins hálftíma eru 2 laxar komnir á land og það var fjármálaráðherra sem veitti annan þeirra. Getur komið með háðið, hann hjá bekknum. Þessi fiskur tók þá fengsælu flugu rauðan Francis. Þetta var svona lítil túpa með keiluhaus. Það kom sér vel fyrir Bjarna hvað fiskurinn var árisull því þeir Sigmundur gátu ekki stoppað við ána nema í hálftíma. Það dugði Sigmundi hins vegar ekki því hann varð ekki var. Nei, ekki að þessu sinni, en fjármálaráðherra sá þetta fyrir okkur. Það er ekki blendna tilfinningar að hann hafi orðið lödskraft bara í þetta getið? Nei, þetta er náttúrulega bara hans hlutverk að landa afla. Hann á nú reyndar ekki að sleppa honum svona auðvitað, en það verður að líta fram hjá því í þetta skiptið. Þetta er skemmtilegt. En það voru ekki allir jafn glaðir yfir því að ráðherrarnir skyldu vera við opnunina. Já, maður ætti nú svo sem ekki að láta neitt koma sér á óvart í umræðin þessa dagana. En ég skal alveg viðurkenna að mér þótti þetta helst í langt seilst þegar að menn eru svona að reyna að benda á hversu mikilvæg og merkilega þessi atvinnugrein er, að einhverjir teldu það neikvætt.